Það byrjað að vora. Það byrjað að vora. Herru, mínibestís. Mínibestís? Við vonum að þið séu búin að sjá, smakka, pröfa og senda okkur hvað ykkur finnst. Ángríns, við erum búin að vinna í þessu svo lengi og þetta það besta sem ég veit. Já. Þetta svo næs. Já. Líka bara allir sem voru alltaf að smakka þetta í gamla daga bara þegar þetta var að leynda An idea, já. Það var allir bara, wow, þetta Yes. geðveikt. Ángríns. Við vorum sko með smakka þessu á liveshowinu. Já. Það if you know, sko. The OGs know, sko. Já, ángríns. Þannig að, en þetta á að vera núna, koma út allt, við vonum að það sé staðan. Já. Og við vonum bara að þið séu búin að smakka og pröfa, því að þetta alltaf besta, bara minna. Og líka bara svona pinna. Það ekki þægilegt. Ekki næs fyrir sumari líka. Geðveikt næs fyrir sumarið. Refreshing. Já. Og Við erum að halda eitthvað sumarpartí, við erum með bleika pinna, þú veist. þetta auka dífu yfir. Blend it all. Blend it all. Oh, yes. Herri, við byrjum alltaf þettin á Happy. Herri, já. Ég var í pítstu. Já, ég elska það. Ekki? Jú. Við erum búin að vera að fá okkur bleika dálítið mikið, þannig að núna næst að fá pítsi. Ég var búin að gleyma að ættum það ekki starf. Já, herri, það var bara ofan í svona gulum. Já, Já, bara herðu mig nú. It's so good. Já. Því að pína colada líka mjög góður, sko. Nei, þeir allir góðir. Já. Við vorum búin að pröfa að blanda þeim, að það ekki? Jú, það var mjög næs. Það var næs, sko. Já. Það var mjög að gera það kannski. Jæja, áfraka. Ég var líka alveg sko að hemja mig í morgun að fá mér ekki að ég vissi að hún var að taka upp. Já, Ég var bara, já. Ok. Já, ég þarf að stela nokkra með mér heim núna, sko. Always so good. So good, so Hvað hydrated. ertu búin að vera að vinna með bara pít heima, eða hvað ertu með heima? Ég með alla bara. Alla, já. Mixa bara. Næs. Svo næs að bara ég með svona nammiskál. Eða þú veist glas. Já, Þannig ég fæði mér bara mix. já. Það er geðveikt. Ég ekki með bara eitt, já. Ég Nei. með margilda. Ertu að hvíla tíadrykkin? Herði, ég ekki búin að taka hann alveg lengi. Nei, þú veist það komið hann aftur. Herðu, Hann góður, takk fyrir að minna mig á hann. Það er vel. Góða trefjar. Mjög góða trefjar. We all need góða trefjar, sko. Mynd okkur á hvað var í Chia Happy dryknum hennar Sunny. Chia drykkurinn, það var vatn. Það var sítróna, heil sítróna, kristóni. Og eða bara djúsin, ekki sítróna heil. Og svo var einn Happy. Já. Það voru þetta ekki 2 matskeiðar af Chia? Jú, mér minnir það. Já. Og svo bara láta geima í svona helst overnight inn í skáp, en alveg hægt líka svona klukkutíma, hálftíma. Þú veist, þá það alveg bara svo lengi sem þetta orðið svona mushy. Mushy. Já. Þá meldast þau náttúrulega miklu betur. Ég þarf að fá mér hann. Já, ég þarf að fá mér hann aftur, sko. Það er ekkert mál. Ég var bara að hugsa til hans, ég var bara svona, hvað var hann aftur? Ó, hann er svo góður. Hann er bara góður, sko. Maður er að setja þetta eftir inn í rútununa sína. Já. Gott fyrir til þess að minka bloat. Já, inni, bara algjörlega. Let's do that. Og komin trefjum, sko. Já. Af því að það er bara 2005, þetta er stórt ár og stórt trend sem við erum að fara yfir. Finnst þið samt svona, þú veist, finnst þið nógu mikið trend sem vera komin núna? Eða svona, eru þið ekki aðmyndast? Jú, mér finnst alveg vera bara búið að vera dálítið, janúar og febrúar bara svona dálítið eitthvað bara. Fólk ekki heldur að gera eitthvað það mikið. Ekki millibílsástand bara eitthvað svona. Og mér finnst búið að vera dálítið mikið bara svona gym healthy girl trend, skilur við. Bara svona, rektafata trend, einhvern veginn. Algjörlega, það er mjög mikið rektafata trend og mjög mikið náttfata-trend. Já, fólk er með high opinions á náttfötum. Já, fólk er alveg að kaupa dýr náttföt og við líka, sko. Já, alveg sekar það, sko. Já, ég elska góð náttföt. Ég elska góð náttföt, en ég alveg finnst þess að það sé búin að vera tíska síðastlegin janúar, februar. Bara náttfötin. Og gym. Náttföt og svona gym, pilates girl, ballerina vibes, já. 100%. Það loungewear einhvern veginn meira heldur en eitthvað svona annað, sko. Bara svona basic bólur og kannski eitthvað cozy buxur við. Og það er eiginlega bara eina sem ég er búin að vera í. Ég þurfti að dressa mig upp fyrir ammali einhvern tímann í febrúar. Ég var bara, hvað á ég að fara í? What is the vibe? Já. Og líka, þú veist, hvað er í gangi með febrúar og þú veist, veðrið skilur. Það náttúrulega var bara það var komið spring og svo var þau snjór, þannig að vonandi núna apríl að fara að vera bjartur.
Já, apríl yfirleitt bjartur, hann getur verið kaldur en hann yfirleitt bjartur. Já, það hefur alveg komið snjóstormur, sko. Já. Og núna, við tökum bara fram að við erum alltaf takk fram í tíman. Já, við erum from the past núna. We are from the past. Fyrst að það ólétt. Já, kannski það alvörni, kannski ekki. Ég held að það sé komin lítil prinsessa. Oh my god, ég vona það. Það verður 100% sko, bara definitely komið það. Já, ég vona það. Já. Oh my god, hvað dag heldurðu? Bara svona svo eigið það eitthvað staðar. Og ég segi þetta eins og ég held að hún kom. Já. Mér langar að segja, ekki verið að fara í fíl út mig. Nei, ég fer ekki í fílu. Nei, ok. Jú, ég fer í fílu og segir einu dagsetningu. Hvað? Alltaf, held áfram. Mér langar að segja 10. mars. Ok. Ef þú sett mikið fram við, þá er ég fyrir fílu. Nei. Ég held að hún komi svona aðeins fyrr. Ok. En ekki alveg á settum degi, en ekki alveg of snemma. Ok. En ég vona að hún kom 3. mars, skilur. Já, það er ólíklegt, en kannski gerist það. Kannski gerist það, en ég held sko að því ég er úti 9. mér líður svo þegar ég kem heim, þá ert þú bara, yes, ég ætla bara að leiða þess að koma. Já, einmitt, ég án gríns. Nei, líka bara ég vona nefnilega að þegar ég er úti að þú eignast þannig ekki þá. Nei, já, ég vona líka ekki heldur að því að þú veist, það er eiginlega enginn í bænum þá helgi. Það er enginn hvergi, sko. Nei. Þannig ég svona veit ekki hver myndi taka ömlulíf. Það myndi alltaf reddast. Er ekki bróður Gunna? Er hann? Jú, þú veist, bara svona myndi hann svara símanum meðanótt. Fattar þú? Já. Eika myndi gera. Já. En það myndi alltaf reddast, sko. En já, það er náttúrulega skemmtilega að hafa ykkur einhvern veginn svona á landinu, eitthvað svona, oh my god, það má nefnilega ekki gerast nema þú veist, þið erum komin heim. Já, en vonandi er hún komin, þú veist. Ég held að hún sé komin. Gæti verið hún sé það ekki, það gæti alveg verið. Ég held að hún sé komin. En þú veist, ef hún er ekki komin, þá vill enginn vera að tala við mig þessa dagana held ég núna, sko. Nei, það er svo gott að við tókum þetta upp annars væri ég bara fokkin trends hata þau. Já, hata all trends. Nei, við erum ennþá í góða skapi. Já. Við erum ekki byrjaðar að bíða. Nei. Núna þegar við erum að taka þetta upp. Við erum bara chillar. En já, við erum að taka aðeins náttúrulega bara fram í tíman, eðlilega. En trendsin eru svona byrjað að detta inn, sko. Já. Þannig að, þú veist, og mars er góðu tími líka að því, þú veist, einmitt, þetta er svona reset dóti búið, sko. Þú veist, að resetta sig inn í nýja árið, það er svona einhvern veginn klárað, janúar, februar, svona launchverið og núna er svona byrja að myndast svona, ok, ég sé hvað að gerast, byrja að myndast svona trend, sko. Já, af því að þú veist, það er of kalt ennþá, þú veist, áður. Það var ennþá of kalt til þess að eitthvað klæða sig upp. Já. Þegar ég var í New York, það var alveg svona smá erfitt að vera með einhver outfit, skilja, því það var svo ískalt. Þegar jakki var bara outfitið, basically. Ég allan tíman í sama, ok, ég var, 90% af flíkan sem ég tók voru jakkar og það var alltaf bara outfitið mitt. Þannig að núna kannski getum við aðeins byrja að skafa við jökkunum og grafa upp pilsinn og ekki kannski alveg miniskirts nema maður sé í sokkabuxum, skilja. Já, einmitt. Það skrítið hvað svona mesh sokkabuxur ná að halda manni hlýju. Það er algjörlega. Það er ekki? Jú, bara mjög mikið, sko. Það gera mjög mikið. En það þurfum að tala um að svona reset mánuðinir eru búnir, þessi mánuðir þar sem maður er að svona koma sér eftir í stand fyrir, eða þú veist, koma fyrir í standi eða bara svona koma sér eftir inn í árið og rútínuna og svona þannig. Þá er reset náttúrulega frá Blush og sko, það styttist núna í páskana og Blush er aftur að gera páskaegg með kólus. Unaslegt egg. Unaslegt egg, sko. Við fengum það nýj fyrra og var mega næs. Þá varst þú nýbúin í bönjanaðgerð. Já. Og opnum þetta heima hjá þér. Ógeðslega kósí. Já, ógeðslega kósí. Þannig að þau eru aftur með páskaegg. Titrandi unaslegt páskaegg eins og bara eðlilega veglegur glaðningur inn í egginu, sko. Já, sko, við fréttum, we don't know. Fréttum það bara að vera eitthvað dream bullet kannski reset ekki bara uppáhaldstæki já, bara einmitt uppáhaldstæki tebósins ekki prata þetta út jú, þetta er ógeðslega að fyndið að væri bara svona í búðinni tebóð, mæli með
En we don't know, þú veist kannski hérna er það inn í þessu titrandi eggi, hver veit. Iconic. Það iconic, sko. Spennt. Fyrir utan það var mjög gott að bragðið, það gaman sér ekstra glaðningur. Þrista ekki er bara best, sko, eitt af þeim. Og líka bara, mannst ekki hérna, gaman að fá málsættina. Já, það var eitthvað kikkið, ekki? Jú, það var bara blössmálsættir, sko. Bara alvöru málsættir, eins og þetta eigi að vera. Love that. Ángríns, þetta, já. Þannig, og við vitum að það verður bara í sölu hjá Blöss. Þannig, kíkja á þetta. Þetta er besta eggin. Ekki sagt það. Þannig að verður, já, við erum með góð páskaeggi ár, sko. Já. Engin spurning. En hvar viltu byrja? Hvar eigum við að byrja? Sko, það er góð spurning. Það er svo, ok, bara fyrst, 2024, svona, þú veist, recapum það sem var svolítið svona það ár. Það var náttúrulega, svona seinni hluti var mikið talað um Suede. Það er alveg að fara að halda áfram, skilst mér. Já, kannski meira í svona sumarlegri jökkum. Já. Spring, summer, svona eitthvað með svona góðum kraga eða eitthvað svona kannski, og nöppum. Frekar heldur en svona vetralegi Suede. Skrif mér það. Svo sá ég líka, þú veist, það var smá svona, þú veist, er ég ekki að muna rétt, svona 2004, smá svona, þú veist, less is more, en það er eins og 2025 sé að fara að vera more is more. Þegar kemur að alls konar svona efni og ekki printi kannski, en svona efni og náttúrulega þetta bohemian girl Tumblr dæmi sem að koma aftur. Svona layering. Svona mikið layers. Þannig, og svo sá ég eitthvað trenda sem að það er mikið af svona skrauti, skilurðu, bara embezzled, eða hvernig sem maður segir það. Já. Hvernig segir það? Svona steinað og eitthvað, já. Ég veit ekki hvernig maður segir það. Já, en svo bara svona gett yktir, stórir, sem er gett svona jólalegt, skilur, en... Já, það er kannski verður þá meira seinni hluta ársins, eða hvað? En þetta er spring, sko. Já, þetta er spring, ok, spennandi. Já, en svo allt bara svona blingað einhvern veginn. Já. Bara svona, Já. Það er skemmtilegt. Það var fannst líka, þú veist, í fyrra var alveg mikið þú veist, svona stóra skartgripi, þú veist, við hugsa bara sumarið í fyrra, mikið svona, þú veist, arbönd, þetta stór svona stjörnufiska hálsmenn, eitthvað, þú veist. Ég held að það verður alveg áfram, sko. Ég held að segja, sko, bara more is more núna. Þetta er bara svona, ég sá eitthvað kalla þetta á TikTok eða á Pinterest, eitthvað svona maximalism. Þetta er bara svona, þetta er bara andstæðan við minimalism. Já. Það sé að fara að vera svolítið svona buff. Já. Sem er bara spennandi. Þú veist, það er bara gaman að pröfa, skilur, og gaman að taka þátt og það er gaman að glingra sig, sko. Já, það er æði. Það er alveg skemmtilegt. Það er bara stundum svolítið erfitt að finna svona glingur. Það er það, sko. Ég var alveg í kvíðakasti að fara 2 útráðsferðir sumarið fyrra. Ég var bara, hvar finn ég svona glingur, skilur? Núna er þetta reynd að koma út um allt. Það var alveg erfiðar í fyrra. Núna er þetta bara, ég sá eitthvað TikTok daginn, það var bara eitthvað gæla í River Island, skilur? Já, þetta er bara í öllum þessum búllum. Það var bara bilaslega mikið þar. Og bara hvernig að veslaði maður senast í River Island, skilur? Ángríns, sko. Þannig já, þetta er hérna, já, ég reyna að muna hvað meira svona var í fyrra sem að maður er að fara að taka áfram, sko. Er eitthvað með hárið? Þú veist, það er mikið verið að tala núna sidepart sem að fara að koma aftur. Bara emo sidepart, eða? Nei, þú veist, svona... Aðeins meira til liða. Já, svona meira smá tíma. Já. Það er alveg búið að vera. Erstu búin að reyna á það? Ég er eiginlega alltaf hannig. Ó, er það? Já. Mín skipting vitti eiginlega alltaf að fara svona smá til hliðas. Já. Bara hárið mitt ég skil ekki, hárið mitt er þykkara einmegin. Sem að ekki að þægilega að þá þinn ég að þetta mér og sitja aðeins mér þetta megin til þess að jafna það út. En það leitar alltaf þannig. En já, ég er yfirleitt með bara svona smá en ekki langt, sko. Nei. En með hár mér veist mjög mikið núna mér veist aftur vera að koma alltaf platnumblond bara svona geðveikt mikið blond stórhættulegt bara hair for days eða svona heillita hár sem er ekki gott fyrir mig en nei maður passa þetta ekki þá grifju sko nei ég minn aldrei þú veist þá er ég að fara bara dark sko það er ekki að fara að gerast ég frekar held bara í þessar 3 strípur sem ég er með til að halda við smá ljósri til þess að vera með the hair health sko já bara passa ykkur á trendum sko það gæti verið búið
eftir mánuð og þá er kannski bara að fokka upp hárinu. Það er annað að prófa eitthvað outfit, skilur, allt annað. En að gera eitthvað augabrúnatrend eða eitthvað sem tengist eitthvað sem þarf að vaksa. Það er erfitt. Það er mjög erfitt, já. En nákvæmlega, þetta er alveg, maður þarf að fara mjög varlega í þetta, sko. En mér finnst bara svona, þess bara svona Sabrina Carpenter hárið blóðdrægið en þá vera dálítið eins, sko. Það lukkar eins og það sé alveg og bara, ég sá ógeðslega mikið bara svona því sem ég var að skoða fyrir þáttinn, bara hair accessories, bara áfram, þú veist, hárbönd, hár þetta, svona, þú veist, eitthvað svona skraut, hárklemmur. Já, klemmunar, og núna lituðu klemmunar að koma aftur, mér finnst það svo næs. Já. Ég elska þegar litirnir byrja svona poppin. Tíast inn aftur þegar byrja að byrta svona. Ég sá að litur ársins í svona fötum í ár, séu tveir, það sé þetta pistachio green og svo hérna powdered pink. Já, sem er basically bara baby pink. Já, það er bara ég veit ekki eitthvað nýtt orð. Já, það þarf alltaf að finna eitthvað nýtt orð yfir, þú veist, eitthvað típur og eitthvað liti, eins og í Butter Yellow líka. Já, satt. Hann átti að koma á senastu haust, en hann er að koma núna, svona páska vor, þú veist hvað ég meina. Þannig að, en þú veist, hann er svona það valla Butter, hann er eiginlega bara pastelgulur, já. En þú veist, við þurfum alltaf að finna eitthvað svona kjútnöfn, ég elska það, sko. En þú veist, eins og bara pistachio green, bara það er bara út af því að þetta Dubai-súkkulaði var trending að það fyrr, skilur, og það er pistachio. 2020 þá var það matcha green. Akkurat. Skilur, en þetta er sami litur nánast. Nákvæmlega. Matcha kannski aðeins verið svona, nei, þetta er eiginlega sami. Já, þessi kannski með bara tóni dekkra. Það, mér finnst það ljósari. Kannski sá ég bara eitthvað svona suit sem var, þú veist, ég veit ekki, aðeins dekkraði eitthvað. Já, ég veit ekki. Ég var, að því við erum að tala um liti, þá fann ég nokkur svona color combos. Já. Og það var, ég tók screenshot af þessu. Hver er litur ársins? Í ár? Já. Ég veit það ekki, mér finnst það aldrei standast samt. Nei. En ég held að sé bara þessi bleiki, sko, sem að ég Já, þú veist, ég er að tala bara frá hérna hvað heitir þetta? Ég veit það ekki. En ég á hérna burgundy plus græn og þá svona dekkri græn. Það er dálítið haustlegt, finnst mér. En svo svona baby blue við svona suede brúnan. Já, það er mjög flott. Þessi pistachio green og hérna powder pink. Já, þetta er geðveikt flott. Ég var spennt fyrir þessum græna aftur. Já, ég elska. Við vorum alltaf í öllu grænu þannig 2020 og 2021. Og burgundy plus pink, þetta er litir drauma minna. Þetta er ógeðslega flott samsetning. I love this. Ég var að leita hérna color of the year. Svona lace burgundy sokkabuxur með bleikum kjól. Þetta er það sem ég sé á minni. Og græni skór. I'm in love. Ég elska náttúrulega eins og við vitið, þá elskum við þegar það er litrík, sumur og vor. Ég lagst til að detta inn í það. Ég líka. Það er mocha mousse. Það er svona einhver brún, svona... Það er svona geggja sæti með grænum og bleikum. Oh my god, já. Þetta er svona beige. Það er svona smá bleikur undirtónn. Nú ég sjá hann alveg. Svona brown hue, einhvern veginn. Minnst það bara smá brún? Þetta er brún, sko. En jú, en finnst þér ekki svona eins og sé smá, það er oft svona einhverju undirtónar. Það er svona smá rauð, en svo blærin er svona... Ég kannski sé ekki nógu að vera svona langt frá. Nei. En ógeðslega flottur, svona þetta er bara beislitaður, skilur. Já, en dekkri en venjuleg beis. Já. Minnst það mjög cute. Flottur, sko. Já. En þetta er, þú veist, Pantone, hana. Color of the year. Já, color of the year. Elskar, ég var til að ákveða color of the year. Já, alveg gaman, sko. Það var iconic. En, já. Hérna, hvað voru að tala um aftur? Datt ég alveg út. Við vorum að tala um okkur datt ég líka út, bara græna lit ársins. Já, color combos og eitthvað. Já, það var gaman að sjá svona, þetta var skemmtileg samsetningar af litum. Það var alltaf sætt, sko, gaman að leika sér með litina í svona combos. Já, það er ógeðslega skemmtilegt. Af því maður er alveg smá hræddur við það. Já, maður vel sér bara einn lit og svo bara neutral í kringum það. Já. Þannig að það er svolítið skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt. Já, sammála. En ég gerði smá notes. Ok, nice. Gerði ekki vanlega, eins langt vanlega, ég hafði aðeins minn tíma. Já. En ég var að ræða bara the elephant in the room, eða? Já.
Skinny jeans. Já, herði, vá, við erum að byrja því. Skinny fucking jeans. They're back. They're back. They're back. Það samt? Það ekki? Nei. Hefur einhvern tíma séð eitthvað á götunum með skinny jeans? Nei, en eru þau ekki að fara að koma back? Ok, en hvernig ætlar að stæla þér án þess að vera í hælum? Stígvélum. Án þess að vera í hælastígvélum eða stígvélum? Þú veist, þá hef ég ekki hugmynd. Ímyndaðir skinny jeans með sneakers. Já, sko, það... Gæti allt, sko. Nei, bara ef það er að fara að gerast og ég er að fara að vera í því, ég mun andjóks. En þú munt verið í? Skinny jeans og sneakers. Nei, sko, þú munt fara í skinny jeans. I know it, I feel it in my heart. Við erum búin að tala svona 4 ár, sko. Það er alltaf búin að leiðinni. Já, það er alltaf leiðinni. Já. En hvert einast ára segja þau segja núna að þetta sé að fara að vera 2010 árið. Já. Hræðilegt. Já. Tumblr 2010. Já. Þú veist, það eru ugluhálsmennin að koma eftir? Ég átti svona ugluhálsmenn. Já, ég líka. Við vorum the Þetta girls. þetta er svona þessi bohemian svona með hattinn og trefilinn og svona tróða bólnum hann í buksunar gelan á Tumblr. Skinny jeans og svona hvað heitir þetta, svona fringe taska með. Já, fringe taskan, guð. Þú veist, það er að koma, sko. En ég veit, ég hef fulla trú á okkur núna í ár, þú veist, 2005. Við gerum þetta miklu meira cute. Já, okkur finnst það núna. Já, en uglan sé ég ekki fyrir mér. Make a comeback, bara leave that girl alone, sko. Já, það getur ekki verið. Nei. En sástu var ekki yfirvaraskeggin, they're coming back. Já, ég sá það, já. The mustache. Hvað það? Þetta var svona á okkur hlutum. Já, jú, og bólum og eitthvað. Manstu, var maður ekki alltaf að gera eitthvað svona og vera með eitthvað svona yfirvaraskegg Jú, þetta var eitthvað Tumblr. Þetta var svona 2010, skilu. Oh my god, In its prime. Hjálpi mér. Nei, sko. Nei, verra. Hvað? Ég er að sjá svona hælaskóa sneakers. Svona með fylltum hæl. Nei, ég er ekki alveg að kveikja. Manstu ekki þetta svona með fylltum hæl, svona sneakers. Jú, svo bara actually með reymum og allt. Já. Bara, já. Það er bara núna, bara fólk er að berjast yfir einhverjum wedge sneakers sem er frá okkur X-merki, mann einhvern screenshot þetta. Ég veit það. Frá, Isabella Marant. Hefur sér ljótari skó? Já, það er hæll náttúrulega inni. Já, hann er inni, sko. Já. Þú veist, hann sést ekki, basically. Why then? Þetta er bara geggja fyrir short queen, skilur. Já. Ég bara, I support it. En þetta minnir mér bara á þessu gamlu góðu Reebok skó og þú veist, þá voru þeir einhverjir með hæl, minnir mig. Og það? Minnir að voru einhverjir svona skór með hæl á þessum tíma, sko. En þetta er samt bara svona eins og það sá skór í sniðinu, nema þú veist, hælinn er inni. Já. Hjálpi mér. Það er alltaf eitthvað svona dramatískt sem kemur tilbaka. Já, ég er smá gobsmacked. Hæ? Ég er bara svona, oh my god. Já. Oh my god. En þú veist, svo er alltaf bara eitthvað svona 5% sem kannski er að nota þetta, skilur eitthvað svona trendsetters og svo bara virka kannski ekki alveg fyrir alla. Já. Það verður ekki svona basic, kannski eins og sambas. Nei. Það verður kannski svona 1 og 1. 1 og 1, já. Týpur. Já, týpurinn sem þú þessu, sko. Algjörlega. En já, þú skinny jeans, já, ætli þetta sé áriðra. Ef þau segja 2010 sé, þú veist, þemað yfir ári í ár. Sko, ertu að segja mér að við sem fara spray on leggings skinny jeans aftur? Bara Cheap Monday, spray on. Goodness. Manstu þetta þeim? Já, mann ég. Og Topshop. Já, Topshop, já. Maður átti fara því líka. Hvað hétu það? Jane eða eitthvað? Já, eitthvað þannig. Já, Jamie eða eitthvað. Já, Jamie, já. Var það ekki? Jú, ég held það. Nei, hjálp, sko, að því, veist, ég held að þær séu ekki koma áttur. Ég held að sé mér að svona denim þykkt efni. Ég held það líka. Þetta er ekki svona leggings. Straight, það er ekki fara að sleika við kálvan allavega niður á ökla. Nei, ég held ekki. Ég held að það myndi koma straight niður fram í á öklanum. Já, það er alveg in right now. Já, það er in. Já. Það er allt annað. Bara, þú veist, þröngar yfir lærin og svo fara að beina niður. That's not skinny jeans, sko. Nei, en þú veist, kannski er það skinny jeans. Þá er það bara að ljúga. Já, en við erum bara að hugsa spray on. Já, en þú veist, það hét skinny jeans, skall það. Satt. Oh my god, og þegar strákanir byrja að púla aftur skinny jeans. Nei.
við erum búin að We've been training you guys. Við erum búin að vera svo lengi að ná þeim úr sem held skinny jeans for you to bring them back. Já. Ekki gera með þetta. Nei, it won't. Þetta gerir alla cheap looking, skilur bara smá straight leg. Þú ert bara looking like a million bucks. Já. Bara taktu Kendrick Lamar, veistu bara Það er flare. Já, please. Skinny flares. Please. Það er meira hot. Já, miklu. Ég vill ekki sjá þér öklan. Jú, don't want to see your ankle. Nei, en það er bara svona eitthvað við þetta ökladæmi sem tryggurar þessa tísku, en allavega please ekki, ég skal sætti mig við stelpur í boots og hælum með í þessu, það er hot. En ekki komið með þetta strákan okkar aftur. Nei. Allavega það verður bannað á okkar heimilum. Já. Ég er búin að, það sem bara bardaginn sem ég átti að losa mig við alla þessar skinny jeans sem Bensi átti. Þetta er búið að vera bara margar ára prósessa sem við erum að henda. Tekur, já. Þú veist, fyrst fengur að fara upp í skáp, svo fengur að fara í geymslu og svo á góðhyrðin. Þetta er diesel. Ég bara á ekki að selja þetta, bara enginn að fara að kaupa þetta. Bara, nei, okkur bara líka bara hvað, lengt 36, skilur. Súper langar. Glindi í þessu. Nei, einmitt. Ég skal veðja hann sem er búin að fela þér, ekki búin að fara með þér, sko. Jó, ég held að Gunni, það leynist alveg. Hann væri svona fljótur að ná þér, eða ykkur. Af hverju fannst strákum þetta svo mikið æði? Það skil ég ekki. Ég skil það ekki. Þetta er ekkert óþægilegt. Einmitt, það færði ekki bara inn í ystuna þér. For the jump. Já, og spöngin að þig. Já, einmitt. Greið spöngin ykkar. Já. Að þú veist, mér persónulega finnst þægilega að vera í víðum buxum og það er ekkert að pæla eða maður svona í sammála. allt bara hanging for free. Bara, já. En maður væri með eitthvað, skilur. Það fyrir gaurana. Hver vil ég þig? Já, ég skil ekki. Bara, let's go. Já, ég veit ekki. Sorry, þetta er alltaf bara okkar preference. Já, og okkar opinion. Eitthvað, við erum allir bara að horfa á skinny jeans, bara núna bara... Já, einmitt. Nei, sko, ég hef ekki séð eitthvað til skinny jeans í langa tíma. Ekki svona eins og við erum ímynd okkur. Nei. Svona alveg bara spray down. Já, nei. Allavega ekki katma. Það er ég búin að smá stolt, sko. Já, algjörlega stolt, sko. Algjörlega, mjög. Og við báum hljóum ógslega. Nei, þetta er bara okkar preference. Nei, já, bara preference og opinion, skilur. Bara, hey, each to their own. Já, bara alltaf undirliggjandi, gera það sem þú vilt gera. Gera það sem þú vilt, sko. Bara spray them on. Það skiptir engu máli. Eitt sem ég ætlaði líka að minna þið á, ef við ætlum að segja ykkur frá kæru Tepos besties, er að í Netto á okkar besta stað, ef þið eru núna bara eitthvað svona, það er mikið að gera, mikið framundan, eitthvað þannig, drífa ykkur að kaupa kvöldmatinn, þá er ný vörulína hjá Netto sem heitir Mamma Mia. Það er ekkert eðlilega sniðugt. Bara tilbúnir réttir. Bara hita. Bara hita. Ég elska þannig. Svo þægilegt. Já. Svo þægilegt. Það er svo þægilegt. Já, við erum með alls konar, þú veist, kjötbólur, plokkfisk, bara alls konar rétti. Bara heimilismat. Já. Sem þú þarft ekki samt að elda sjálfur. Nei. Það er svo næs. Og bæli hvað lítið uppvask. Bara, getur borðað upp dollinu og vilt, sko. Já, og bara handi. Já. Nice. Very nice. Sérstaklega fyrir því með a little baby. Einmitt. Þú getur bara pantað þetta heim. Já. Hversu næs. Ógeðslega Fá samt næringaríkan og góða mat. Já. Og fullt af meðlæti líka með rótagrammiti og alls konar meðlæti. Einmitt. Þannig að bara kíkja á þetta. Þetta er til dæmis í appinu, líka bara í öllum Netto verslunum. Ég vil bara segja eitthvað frá þessu. Ef þið voru búin að missa þessu, þetta gæti að fara fram hjá ykkur. Já, vonandi ekki núna allavega. Ekki núna. Þannig að við látum ekki þetta fram hjá okkur fara. Alls Þótt að ekki. skinny jeans megi fara fram hjá okkur, sko. Já, ég ætla allavega að look away. Já. Close my eyes. Ok, næsta trend sem við tala um. Cowboy, Bella Hadid. Já. The Western girl. Ok. Það er náttúrulega kom smá svona í fyrra. Já. Með beljuprintinu. Já, en náttúrulega belju og jakkan er alveg bara út með alluna. Já, þau eru bara still going strong. Já. En mér finnst þetta kannski svona farið smá hvíld yfir snjótíman. Það gerðu það. Já, en núna er það að koma aftur bara... Já, þetta er svona smá skinny jean vibes. Ekki skinny jeans, straight jeans. Svona þröngar Levi's straight leg jeans. Já. Ofan í svona western boots, western belti, get laid back bólur, hattur. Þetta er geðveikt amerískt. Mjög amerískt. Þú sérði engan klæða þessu svona á Íslandi. Nei. Það er þetta svona ákveðnar
konur sem ég þekki, sem oft með svona hatta og svona þetta lúk. Það Já, cool. Svona eldri. Manstu ekki svo Real Housewives? Já. Það klæða sem mikið Já, svona. það Kyle og þær, já. Það bandarískar, en ég líka sé þetta á Íslandi, sko. Það mjög cute. Það alveg cute, já. Svona the housewife. Já, fíl þetta, sko. Nefnum að Bella Hadid vera svona, þú veist, ekki að housewife sé ekki sexy, en hún er svona young edition. Já, svona younger og svona, bara, já. Þú veist, svona allt sem hún gerir sexy, hérna. Satt. Kannski er það bara það. Svo fyrir við þetta að vera svona, og við erum bara að vinna á hesthúsinu, sko. Hérna fyrir looks. En hérna, já, og svo svona líka svona skart, svona cowboy skart, maður sé ekki svona, hvað heitir þetta, svona ringur, svona. Já. Hvað heitir þetta aftur? Ég veit, eitthvað svona string, eitthvað. Já, þú situr þetta utan með og þetta er svona, upp, þetta er hálsmenn. Ég er að útskýra þetta í máli hérna, þess að þau eru ekki að horfa. Þetta er alveg... Þetta heitir eitthvað. Það? Já, áttu þetta á okkar nafn, sko. Ég man það bara ekki. Allavega. Ef þið veitir hvað ég er að tala um, þá veitir hvað ég er að tala um. Fokk, ég veit ekki hvað það heitir. Ég get ekki útskýrt það með orðum. Nei, ekki heldur. Mjög erfitt, sko. Já. Svona 2 stringur saman með svona klemmi í miðinu sem getur svona... Allavega. Svona worker jackets. Svona, já, svona smá Blake Lively. Þannig að vibes, já. Carhartt vibes, já. Nefnum bara ekki þannig. Bara meira svona, kannski vintage look, skilur. Já. Erum við að tala um bombera eða svona... Meira svona... Hvernig útskýrir maður þetta snið? Bara eins og þú ert oft í. Með krögum, já. Svona kraga og hneppum svona næstu í aviator, svona pilot aviator, en samt ekki alveg. Já, ég myndi bara segja bara svona eins og bara svona velvet look, ég myndi það svona vintage leðurjakka með kraga, nema bara í velvet look í brúnum og svona þannig. Já. Já. Þetta er ekki alveg svona bomber, vinnukall, eitthvað. Nei, ekki bomber, sko. Nei. Góð bomber, alltaf góð bomber, sko. Já, góð bomber, alltaf góð bomber, sko. Algjörlega. En, það er hægt að segja það. Ok, úr þessu væpi, ég kannski líka þér til mikið lánaði Hunterbootsinn, náttúrulega, inn í þessu. Já. Mér langs í þau. Ég held að þessi er alveg cute fyrir, hérna, eða þú ert svona geðið mikið svona Icelandic í náttúrunni að vera í Hunterboots, svona góðum þykkum sokkur, svona smá upp úr pilsi og stórri svona lopa ullapeysu, skilur svona geðið stóri peysu við það er svona, kannski íslenska sumarið það er svona spring hérna úti, svona enska spring en það er svona sumar fyrir okkur að því að það er svolítið kallt. Sko, mér er búin að langa í með þessi stígvél og þú veist, ég er svona búin að vera svona okkur langa með þau, þú veist og svo bara svona, já, ég sé fyrir mér sérstaklega í Íslandi og ég nota það svo mikið, sko og þau eru cute, þetta er stígvél sem er cute, skilur. Já, þau eru náttúrulega einu cute stígvél, jú, það er kannski alveg hægt að kaupa eitthvað cute sem er ekki merki, skilur. Já, alveg pottet, sko. Það er ekkert eitthvað must, sko. En þessi sem ég er að sjá fyrir mér er alveg upp að njám, bara svona það há. En það er líka alveg cute að vera læri. Það kannski myndir ekki verið pilsi við það. Einmitt. En það er svona upp að njám, pils. Það er svo flott, já. Ég held að geta alveg krútt, sko. Já. Þú veist, erum fyrir sumbústaði sumar eða eitthvað. Já, og bara svona, þú farið útilegu eða, þú veist, göngutúr í smá rigningu, eitthvað svona, smá dressu upp, eitthvað. I love it. En hérna nú náttúrulega byrja að hlýja í loftunum og... Ég sá að Plate væri líka. Já. Plate. Það er svona, það var blott. Já. Við tölum það. Já, við tölum það, já. Mér finnst það ekki að hafa komið almennilega síðan svona 2022. Nei. Þá kom það í alvörunni. Já. En núna, þetta er bara svona, þetta er alltaf talað að það sé svona aðalvunstri og svo sér maður þetta ekkert. Nei. En þetta er einmitt svona smá... En næri þetta kannski, já, ég var að segja, næri þetta kannski bara ekki til Skandinavíu? Nei, mér finnst þetta að vera alltaf líka haustlegt, sko. Já. En þetta er svona smá svona... Já, þetta er mjög haustlegt, vintage vibes, skilju, eða þú ert svona thrifty girl. Já. Farið þannig kannski pilsi eða eitthvað svona þannig, dæmi. Einmitt. En, já, ég hef ekki séð þetta allavega, en þetta er alltaf að tala um þetta. Já. Og líka polka dots. Polka dots, alltaf tala um það. Aldrei séð þetta, aldrei farið í þetta. Nei. Polka dots sérstaklega, sko. En jú, ég átti einu svona ógilsættum kjóli, aldrei tíma hendurum. Polka dots? Já, polka dots svona, þeir eru smá svona old money. Þeir eru svona navy bláir með litlum doppum á.
það getur alveg verið cute. Já, en bara váka snið og allt þarf að vera gott til þess að sé cute. Já, sko, minn mjög cute. Ég var í hann sko Róm 2019 eða eitthvað og ég hef aldrei tímt að henda hann og hann svona, svona þröngurinn út og svona gett svona romantískur bara stuttur skilur. Já, bara gett basic. Hljóma vel, já. En þú veist, geggjaður fyrir svona sumar French Riviera vibes skilur. Já, einmitt. En þú veist, eins og sniðin 2019 eru miklu skinkulegur heldur en til dæmis sniðin í dag, skilur. Já. Og þá meina ég svona meira revealing, en í dag myndi þetta vera svona meira svona subtle. Já, einmitt. Classy. Algjörlega. Svo sá ég líka að bandeau að koma aftur. Bara the bandage dress. Já, bandage, já. Bara, þú veist, heitir þetta ekki eitthvað annað? Það heitir bandage. Bandage, já. Já, ég sagði það bandau bara toppurinn, já. Tube top. Já, bandage, bandage. Já, en samt, þú veist. Þeir eru snatching, þó. Þeir eru bara snatching. Var ekki tæla í þannig á Grammys? Jú, nei, var það Grammys? Ekki Grammys nýlegast? Jú. Betu, oh my god. Það var svona óopinn. Er ég að rugla, var það ekki tæla? Nei, ég heldur sérst að fara með rétt mál, sko. Tæla Grammys. Gram. Nei, byttu nú við. Það var ekki hún. Það var eitthvað annars. Ég veit hvað talum. Hæ? Hver var þetta aftur? Byttu. Oh my god, veist það. Hann var svona gullitaður. Kjóllinn. Já. Oh my god, hver var þetta aftur? Nei, ertu ekki að tala um tæla á Met? Í fyrra? Já. Nei, þá var hann í sandkjólnum. Já, hann var í sandkjólum, já, guð. Manstu ekki? Jú, ég mann. Gleym ekki. Nei. Býtu, ok, ég verð að vita hver var í sem helst kjól. Ég man eftir þessu, en ég man ekki hver. Þetta var ekki sem er bara með þess slaying figure. Já, en sko ég sá bara að það sé eitthvað að tala um, þú veist, eitthvað sem, það var eitthvað gæla sem vinnur í tísku og þau náttúrulega vinna alltaf bara, þú veist, 10 mánuðum að minnstakosti fram í tíman, skilju. Já. Og hún var að tala um bara bandage dress er bara að koma aftur og hann mun koma í öðruvísi sniði, þú veist, hann mun koma í meira í kannski öðruvísi sniði en við munum eftir 2010, þú veist, þeir manni þegar Kim var alltaf í þessu. Já, og þeir gera mjög gott fyrir mann, sko. Þeir gera það, sko, þú veist, bara klálega, bara nánast hver sem er sem getur rokkað þetta, sko, því þetta er bara svona, þetta er bara vinnu með þínum línum, skilju. Já. En en já, að þetta muni koma í ár aftur mikið og kannski svona yfir sumarið og eitthvað þannig, en í öðruvísi sniðu og þá mikið í svona cut-out bandage. Já, það er nákvæmlega kjóllinn. Já. Ok, það er samt hræði mig, sko. Það hræði mig líka. Það er svo ef þið viti ekki hvað bandage er, þetta er bara sjúla þröngt efni. Já. Þetta er bara svona geðveikt þykkt. Það er svona ef hann er alveg heill þá náttúrulega snatsar hann, en ef hann er cut-out þá farið bara rullupilsuna, skilur við. Já, þú veist, þá bara, já. Bara sama hvort þú sést bara skiptir engu máli, bara, já. Ég veit ekki alveg hvernig. Þú veist, eru eitthvað svona? Já, þú veist, þetta er eitthvað svona smá cut-out í bandage. Já, guð minn góður, sko. En þú veist, þetta gæti orðið ógeðslega cool í toppum og svona. Já, að þetta er alveg statement, sko. Ef ermarnar eru gerða svona, einmitt, bara cut-out hérna yfir bringuna, bara cut-out eitthvað svona, gæti alveg orðið nett, sko. Hver var í þessum kjól? Guð minn góður, ég skil það ekki. Byrstu að þetta er að gera með brjálaða? Oh my god. Veitu? Cut-out. Sko, hann var gullitaður? Já, hann var gullitaður. Það var ekki, var þetta Oliver? Nei, það var ekki Oliver. Ég held svo mikið að þetta var tæla. Hún var alveg bronzed. Akkur mjög veit ekki. Ég man svo vel eftir þessu lúki, en ég held svo mikið að þetta var tæla. Ég bara, ég er ekki að finna þetta. Ekki heldur. Erum við að ímynda okkur þetta? Nei. Var þetta ekki Grammys, kannski? Eða? Kannski ekki. Hvað annað var? Hvað annað er búið að vera? Óskarinn er búið núna, en þú veist, við vitum ekkert hvernig það var. Einmitt. Guð, ég veit ekki. Það var ekki tæla, þess að ég googlað myndir af henni, hún er ekkert búin að vera í þessu. Það var ekkert þessi skjöld, Nei. Hann var samt í mjög svipuðum á Grammy sem að, þú veist, the vibe, fattur þú? Ég veit það, já. En þetta er alls ekki það sem ég er að tala um. Oh my god, þetta pirrar mig að... Þetta pirrar mig svo mikið, sko. Þú veist, þetta var ekki Kendall, fór ekki þetta Grammy. Ekki á Grammy, nei.
Þetta var örugglega Grammy, ég er ekki búin að sjá hana kjól. Golden Globes kannski, eða? Kannski. En Tyla myndi gera það, eða? Ég veit ekki. Já. Ertu að tala um þennan? Nei, alls ekki. Ert þú ekki að tala saman og ég? Jú, en ég var bara að tjekka hvort þú varum að miskla okkur aðra. Nei. Ég man þetta ekki, við þurfum bara að finna þetta. Já, þetta bara stóri eða eitthvað. Senda okkur kjólinn eða við veitum hvað við erum að tala um. Og ég er svo perrandi þess að situr þetta alltaf í manni og maður er bara, hvað var þetta? Allavega, tölum bara eitthvað annað. Við erum ekki að finna þetta. En já, ég sá Bandits, eitthvað svona, það væri að fara að vera mögulega hot. Á með við þennan kjól sem ég sá, sem ég man ekki hver var í. Já. Ég hugsaði bara, damn, that looks good. Mitt. En, já, bara klálega. Hvert er það komin? Já, denim, það alltaf saman. Það er áfram bara. Það hættir aldrei. Denim. Ég eftir árinu sem að vera bara geðvitt, bara cringe yfir denim. Já, það kemur Já, það kemur sko, það gerðist eins. Já, það var líka mikið í fyrra að þú veist, þannig svona ekki bara balloon dress eða hvað hétta, þú veist. Jú. Balloon dóttir þannig. Það er alveg að fara að halda áfram, sko. Já, en líka í öðruvísi snið líka ermarnar séu þannig núna. Þetta var, ég sá eitthvað, man ekki hvað þetta kallaðist. Þetta heitir eitthvað, þú veist, heitir næstu balloonin, heitir eitthvað annað, af því við verðum alltaf að skýra eitthvað annað. Eitthvað nýtt, já. En þá er þetta svona, þú veist, einmitt að kannski væri pilsi smá út en svo líka, þú veist. Bubble, er það það? Já, kannski bubble, já. Alla það sem ég skrifa hérna bubble skirts, já. Og það er basically balloon skirts. Það er það nefnilega. Það er bara sama, það er bara komið nýtt nafn. En þá er að tala um líka bubble, þú veist, arms. Ok. Já. Hljóma vel. Bara spennandi. Já, ég elska svona bubble axla dæmi á öðrum en mér. Það er mjög spennt sjá. Getur farið öðrum svo ógeðslega vel. Sjúla vel, sko. Það er svo cute, það er mikið statement. Elska það. Svo cute. Samanlegar. En núna er að fara hitna í loftinu. Þá velkomum við aftur The Caprice. Já. Það er að fara að koma aftur náttúrulega. Já. Krúti mín. Og litli skór við. Já. Eða boots. Já, ok. Svona smá gat á milli. Það er þetta cute líka. Já. We're back with the Caprice og við tökum þeim í ár með meiri more welcoming. Já, more welcoming. Ég held að verða alveg. Já. Ég held að allir séu meira welcoming to Caprice já, núna. Já, af því það er búið að taka sjokkið fyrir það. Já. Það kom bara okkur frétt þegar ég var í þeim, sko. Já. Hvað er að gera? Já. Ég er svona býður eftir hvað væri sem að maður getur tekið núna sem að kemur bara svona allir í áfalli eins og þú veist 2023 beltið að diskabeltið. Í ár er það kjóll yfir gallabuxur. Já. Það er rosa köpen. Það er allir þannig í köpen. Ég held að það er ekki alveg... Er ekki nógu mikið sjokkar? Nei, ég held ekki. Okay. Og ég held líka að þú veist, já, kannski, nei, ég held ekki. Nei, allir vera hann í köpen. Já. Það er eitthvað trend þar, sko. Og það er eitthvað fullt í Íslandi líka, bara, þú veist... Já. Getið ímyndað mér svona, já, eitthvað þar í MH eða í listaskólanum, eitthvað þar, svona downtown fólk. Já, kannski. Já, eitt sem er að koma aftur líka sem er svona flashback from our past. Hvað? Svona heklaðir hattar. Hvað er þetta? Nei, ég er ekki kveikja. Heklaðir hattar. Croquette hat, svona, ég var alltaf með svona ég var lítil. Þetta var the shit, veitu. The shit. Það kemur alltaf eitt svona childhood svona memory og þetta er það. Ok, spennt. Já, þessir. Manstu? Já, ég man. Mér auðvasti. Þetta geta alveg cute í útlöndum. Þetta er alveg fucking cute, en bara ég veit ég púlið þetta ekki. Ég held að þú getur alveg púlað þetta. Já, ég held að. Oh my god, og þetta er eitthvað svona steinað og eitthvað. Manstu þetta því þegar maður var yngri? Já, og þú veist, með blómum og eitthvað. Já. Akkurat. Það var iconic. Crockett hat. Ég var alltaf með svona. Ég sko, ef ég myndi finna svona úlinga, nei ekki úlinga, ég var kannski svona frá svona 4 til 8 ára. Og Embla verða með svona. Já, oh my god, Embla og ég verður bara samanskinn. Þá var ég alltaf með svona og í hana skónum sem komur sterkir í fyrra. Já, plastskónir. Ekki plastrendur. Nei, þarna netaskónir með blómunum. Netasandalarnir eitthvað, já. Heldur þú mun nota okkur í ár, aftur? Já, ég held að. Já. Ég mynd alveg taka það með mér út. Já. Það er ógeðslega þægilegir í útlöndum og eitthvað. Ég mynd með mér núna.
Já, einmitt. Sko, veitu, ég reyna að finna, já, svona inn á Pinterest. Oh my god, en fyndið. Sjöðum við svona, þú veist, fléttum í og svona beachy skrauti. Manstu ekki þegar maður var alltaf með þetta? Jú, hvað gerðist? They're back, Hvaða ár var það? Var það 2010? Hvað Nei, það var fyrr, sko. Það var fyrr, já, right? ég var alveg, þú veist, svona 5 ára. Oh my god, veistu, þetta er bara svona, you unlocked a memory for me. Já. Ég var bara að gleyma þessu. Ég veit það. Það er svona svipað sem með skóna senast. Já. Vá, hvað ég var búin að gleyma þessu en djöld settum maður þetta á sig, sko. Án gríns. Þeir sem eru að hekla mikið, neina að gera svona hatt fyrir mig. Oh my god, Má þú ég ert að kaupa læra ykkur? að fyrirspyrni núna. Við þurfum að læra að hekla. Nei, ég ætla bara að leifa þeir sem Já, kunna reyndar, að eiga já, það. Ég það var alltaf með svona hatt. Sjö. Ég var alltaf með svona Já, blómum. já. Einmitt. Ég elska þessar skvísur sem eru bara ahead Doing of their fucking thing. time. Já. Oh my god, svo getur sætt með það sem svona klútur. Já, þetta er sætt. Þetta er Oh geðveikt my sætt. god. Svona eins og svona klútur nema heklaðir. Ok, þeir sem kunni hekla, heyri ég mér. Ég þarf að kaupa þetta af ykkur. Ok, klútarna líka alveg það er strong. Klútar. Já. Á hausinn. Hausinn náttúrulega í sumar kannski, en núna er ég sjókað mikið sem belti. Það? Já, klútur sem yfir belti. jakka, í buksurnar, skilur svona statement. Þegar statement belti eru svona very strong. Þau eru mjög strong núna, statement belti. Bara svona, ferði get plain outfit, bara poppaði upp með geggja belti, sem er very Ég nice. veit að blazerinn er alltaf, en það er mjög mikið talað um tailored blazer núna. Já, tailored. Love. Love. Já. Ég hef ekki fundið mér nógu góðan, sko. Nei, ég hef ekki fundið hann heldur, en því ég sé góða mynd af góða outfiti og það er góð gælla í góðum tailored blazer og ég bara, wow, þetta er gott. Er hann það þröngur hendum Nei. líka? Nei, Bara í mitti, mittið. já. Mér finnst það nett, sko. Já, ég á henni, sko. Hann er bara, Það? já, einhvers frá Söru. Ok. En hann er bara ekki nógu tailored. Nei, þið þurfa að vera, sko, Já. eiginlega bara svona sninnir á þig. Já. Að þú þarft að finna þinn eigin. Já, það er smá Þú veist, erfitt. Það er erfitt, en ég bara segja að þegar maður sér gott outfit í góðum tailored blazer og maður bara, Hailey bara geggjuðum daginn, maður bara svona, Var hann með belti þá? nei, hann var bara tailored. Ok. Ég þurfti að fara heldur bara með í, hérna, þú veist, til saumakonu. Já, já. Af því að ég er smá erfið, hérna, vöxt. En þú veist, það er einmitt sko, hérna, oft svona, þú veist, axlirnar alveg svona frekar stórar, Já, en svo er það mittið. þröngt, Já. já. Ó, ég var að reyna að finna það. Ég held ég viti bara nákvæmlega hvað myndur tala af Hailey, sko. Að það ekki? Jú. Já. Þetta er alveg svona, þú veist, þetta er miklu, ég er ekki að finna þetta núna, þetta er ekki svona, þetta er alveg tailored. Og þetta var svona smá til hliðar. Æ, ég get ekki, Ég skil hvað minna það allavega. ekki. Jú. Þetta var mjög, Og ég er mjög geggjað. sammála þér. Já. En vant með farið samt, þú veist. Mhm. Maður þarf alveg að hérna, finna sinn, Já, eins og við reyðum. einmitt. Ég þóla ekki blazerar sem eru of þröngir, sko. Nei, af því að mér finnst það sem ég er búin að sjá sem að fólk er svona eitthvað expecting to be in fashion er, þú veist, einmitt, þeir eru ekki þröngir nema bara mittið. Já. Og mér finnst það svo nett, skilur að ég vil, þú veist, þröngi blazer líður mig bara eins og ég sé, sorry, bara eitthvað 60, Já. Ákveðis. þú veist. Svo maður alltaf í þröngu blazer og maður gæst stutt ermum. Já. Og ég gerum örugglega eitthvað aftur, sko. Nei, ég held að sé bara, þú veist, að Heldur ekki? tískan sé líka að þróast. Já, kannski. Að bara fólk er að, þú veist, ermarnar, bara hendunar fólk er að lengjast. Já, satt. Þannig að þú veist, það þarf að gera lengri ermar. Það er alveg mjög góð punktur, sko. Já, ég held það, sko. Og mér finnst það flott að þeir eru svona oversized með tailoring. Það er mjög cute, já. Já. En ég var með þannig, ég þarf að nota belti til þess að hann lúki tailored. Já, ég skil, já. En hann er svona geðið þykku efni sem er geðið næs, hann er svona geðið veglegur. En hann er sýnir með klút sem Já. sem belti, já. Það er skemmtilegt. Til dæmis hér. Já, svona. Ég getur að finna fleiri myndir. Þetta er smá skemmtilegt. Þetta er þetta cute, sko. Ég sá líka yfir blazer og eitthvað. Það var alveg cute, Já. sko. Áttu mikið af klútum? Nei, Nei, ekki heldur. við áttum marga 2020. Hvað gerðum við þá? Að það? Já. Við þriftuðum alveg nokkra. Mást ekki myndir nokkra? Jú, ég á hann ennþá. Að það? Já, Já. ég passaði hann alveg. Ég er alveg svona, this might come in handy Já, one day. ég veit ekki hvað gerði minn. Ég var alltaf að róta þess að topp og eitthvað. Svo hef ég bara ekki séð hann. Hann er ekstar, leynist. Hérna, til dæmis, þú veist, bara gallabuxur og
Hann er svona, þetta ógeðslega cute, sko. Hann gerður það samloku eins og þess að sittur utan hálsinn og svo settur það svona hlið, þannig að það svona fer niður einu megin og bundin á hliðin á mjöðminni. Þetta er alltaf krút, þetta er svona smá bohemian. Þetta er mjög boho. Þetta er máli, sko, svona, þú veist, þetta er þetta the more is more, bara layered og layered, bara settu eitthvað á þig, settu meira, settu stórt skarst. Já. Þetta verður svo ógeðslega mikið, svo þarna er ég með bindi utan gallabuxurnar. Þetta er cool, sko. Það er einmitt, ég sá líka á TikTok, ég var að horfa á svona predictions, að bindi væri mikið að koma inn aftur. Já. Núna for the women. Það hefur verið alltaf eitthvað rumored dæmi, en maður sér það aldrei. Já. Það er svona ákveðna típur örugglega að því, skilur. Já, örugglega. Maður sjá betur en finna yfir. Það er bara svo skemmtilegt að stundum að leyfa sér að svona eitthvað að pröfa eitthvað svona nýtt. Það er svo gaman. Líka bara hvað sem mikið popp upp á átviti þetta setja klút einhvern veginn, skilur. Já, það er skemmtilegt, sko. Við notað sama klútin alltaf mikið. Já, nákvæmlega. Belti, klút hálsinn. Já, mér finnst hálsat alltaf, það er alltaf svona, mér finnst þetta alltaf cute þegar setur hann svona. Þetta er eitthvað alltaf krút eitthvað. Þetta er ógeðslega mikið krút, þetta er svona... Bara utan hálsinn, bara svona ekki svona þunnan heldur svona... Svona mikið. Já, það sé að risa hálsmenn. Þetta líka, hún gerði helling fyrir okkur, sko. Já, hún sá þess að flugfröðu klúti, ekki? Ég veit, en þú segir svona. Já, hún gerði þetta fyrir stelpuna hér. Já, gefum henni kundi. Það er líka geggjað þegar svona, í svona French Riviera style. Já, þetta er ógeðslega flott. Geðið flott. Vá, þetta er flott. I love this, já. Þetta er skemmtilegt. Ég er svo spennt fyrir svona. Ég líka. Það gefur mér svo mikið innblástur að tala um þetta, ég veit það. Og mann er langar bara að fara að panta allt og... Ángríns. Hvað ertu með meira á lista? Má ég sjá... Svo stórar töskur. Já. Það er svona mikið inn. Já, accessories, það er svona... Já, more is more, basically. Já, það gæði það er þessi stórar töskur, svo kemur öll dótin sinni. Já. Love that. Svo líka bara svona flowy shape, romantic vibes bólir, svona mikið þetta svona flowy ermum, svona vintage vibes. Það er ekki mikið af því... Og svo núna geðið mikið svona cropped trench coats. Já. Ekki svona, ekki cropped hinga, skilur svona bara eins og venjuði ekki, bara mjöðma cropped. Maður sjá... Það er erfitt og vorum að ræða daginn bara okkar á milli, bara svona jakkar. Þú veist, jakkar gera svo mikið outfitið, en það er svo erfitt að finna góðan jakka. Já, ég var alltaf í sama jakkanum og ég reyni alltaf bara að vera ekki í honum. Af því að hann er alltaf í sama outfitið. Já. Svo er ég með hérna bara geðið svona classic bara hvítur tank og bláar gallabuxur bara geðið hvítur og crisp vintage tank og svo bara gullita skart skilur með vintage tank, þess að bara tala um þú veist nei, bara svona vintage looking bara svona 90s skilur já, bara það snið, bara svona t-shirt ekki t-shirt, nei, þú ert að tala um tank já, ok, hlýraból t-shirt er líka alltaf kjút sko. Já, en þá er einmitt gaman að vera með eitthvað svona gekklút. Já, einmitt. Þetta er svona aðeins að rífa þetta upp. Já. Já, svo er þetta, kann ekki segja þetta, nautical aesthetic og þetta er svona old money yacht. Já. Eins og þetta leiðin á þau snekkjuna. Eða svona laga snekkjuna inn og upp til bryggjuna, skilur. Já. Og það var svona mikið röndótt og svona peysa yfir axlirnar bara röndóttar svona vintage Ralph Lauren skyrtur og svona blár og gulur og bara ég myndi að það er Sophia Richie leiðan á snekju. Já, þú veist, þetta er old money bara þurft að skýra eitthvað nýtt, skilur, já. Basically, og svo, það er tengja sjóinni. Old money plus litum, já. Einmitt, það er maður litur inn í þetta. Einmitt. Svona eiginlega einu munurinn. En, já, svo líka midi skirts. Það er að koma með eins og capri pants nema midi skirt, denim eða cargo eitthvað svona veit ég hvað það efni kallast svona harta íta á það skilur eins og cargo nema þú veist meira full Nei já svona maxi skört brúnt þetta er svona eða svona ekki brúnt ég veit ekki hvað litur þetta er eins og sinnepsbrúnt einhvern veginn veistu hvað ég meina? Ég held við hvað litur þú meina. Vitið, kannski er mér skrýnsið þessu. Já, ég er ekki kveikja á, ég er ekki, the texture. Vitið, ég veit ekki hvað ég skrifa það. Hérna. Svona.
Já, þetta svona litadennum eitt kargó. Já. Blazer, eitthvað. Kaki, eitthvað. Já, kaki, kannski. Já. Það rétt orð. Svo ég búin að sjá mjög mikið satínbuxur. Það mjög stæðslega spennandi. Já. Ég veit ekki okkur lífur sem myndir límast við læran á mér. Já, sko, ef það eru nógu flói, þá getur hugsað bara svona, þá getur við bara geggjum satínbuxum og gett einfalt annað og það gett interesting outfit. Það getur verið double lined, sko. Já. Það er svo pyrrandi þegar það er svona smá vindur og svona módrast lappirna einar. Það er leitt, sko, já. Bara eins og þegar parachute-buxunar voru. Já. Manni fór í þeim einhvern tímann út að labba með brús og það var geðið ekki vindur og ég var bara geðstóra buxum svo bara legs. Ég bara, þetta er hræðilegt. Já, en já, þetta er semla gerir svona smá looki elevated. Mér þóla bara ekki að satín, það kemur alltaf svona í þær. Ef það rekur eitthvað skarpt í það er svona auðvitað skemmast rökrast upp eða hvernig sem að segja þetta. Sammála því reyndar, það er pirrandi að því þú veist, við viljum vera functional, við viljum kaupa, þú veist, einmitt eins og þú búin að nefna margt, skilju, og maður alltaf að fara yfir þetta, skilju, bara gaman að fara yfir trendsin og sumir tekum að þátt í öðru ekki, skilju, það er ekki eins og maður setja upp, kaupi sér síðan allt, en það er svo gaman þegar það er, þú veist, þú keyptir nokkra nýja hluti og blandaði við sem þú átt. Einmitt. Bara til að taka þátt í, þú veist, eins og bara nokkri klútar, segjum að satínbuxur var eitthvað sem þú er geð spennt fyrir og getur notað svona allar þessa venjulegu bóli við og eitthvað. Algjörlega, þú keyptir svona einn og einn statement piece og líka bara, núna veit maður svona, ok, hvað ætla að auga fyrir þegar ég fer í búðina, skilurðu? Já, nákvæmlega. Svona, kannski fæ mér þess að gulu gollu núna, skilurðu? Einmitt. Það er að brjóta upp í þess litavalinu. Einmitt, algjörlega. En sneakers, ég sá bara að það væri áfram bara, bara svipa. Mjög svipa, já. Ég sá Puma tóldi núna. Já, mér finnst það spennandi. Mér finnst það alveg skemmtilegt. Puma, ekkert eðlilega kjút. Já, og svo var líka eins og aftur allt að tala um Onitsuka Tigers. Já. Love them. Þeir fást bara í London, bara FYI, ég keypti mína þar. Geðið þægilegir. Það ekki? Jú. Það tala sko að Sambas muni alveg halda áfram og svo bara aðrir eitthvað svona aðeins meira vintis Adidas eitthvað, G7 eða eitthvað, man ekki hvað er heita. En Gazelles? Nei, ekki Gazelles, þetta heitir bara eitthvað G7 eitthvað, er alveg frekar gamalt snið, en alveg gett, þú veist, bara flottir. Bara tennis shoes, eða þú veist, flatis, já. Þannig að þú veist, það er gott að þessi tíska heldur áfram inn í það, maður tók þátt í þessi fyrra skilur á eitthvað fullt af sneakers. Já, það er mjög þægilegt að þeir bara haldi sér áfram, sko. Ég er eiginlega mest bara í Onitsuka skónum mínum akkurat núna. Já, ég trúi því. Farið myndir mín frá Núverk, ég bara, það er eins og ég er bara einu skó. Já. Alla tíma í þeim. Þú veist líka að labba svo mikið, þú veist, maður þarf að vera í þægilegum skóm, sko. Þeir eru sko, þetta er bara andjós að vera ekki í skóm. Það er næs, sko. Það er næs. En ef ég keypti með gulu, þá var allir að labba upp með svona þeir sem vissu, skilur, þeir var bara, hvar fokkanum fékkstu skó? Ég var bara, herðu, það tók mér ára að finna á. Já, við leituðum í New York, sko, þú veist, bara, ég var búin að leita á netinu heil lengi áður, sko. Og loksis fundið út úr þessu. Já. En ég er mjög spennt fyrir því, en kannski maður kíkja aftur í Onitsuka og kannski kíkja á annars snið. Já, það geti verið eitthvað, sko. Ég var að tjekka hvort að, já, hvort ég var með eitthvað annars skrifað. Já, ég er með er ég búin að fara yfir allt? Búin að fara yfir ég held ég búin að fara allar lista minn. Já. Það er eitthvað annars sem við erum að gleyma. Naglatískan. Ég er vona að koma smá liturinn. Já, það kemur alltaf með vorinu. Já. Sérstaklega ef svona, þú veist, powder pink og þú veist, þessi guli og þessi ljósblái. Það verður örugglega í þeim, þessi blái, guli, græni og þessum litum. Pistachio green, þú veist, þetta verður alveg eitthvað, sko. Come with me to get pistachio nails. Já. Dubai chocolate. Er það svona smakkað? Nei, ennþá. Nei. Ég ímynda mér að mér finnst það mjög gott. Ég elska allt svona pistachio. Já, fyrst þetta er örugglega bara súkkulaði, skilur, þetta er mjög gott. Já, með pistachio fyllinga. Sumt er bara gott á bragði, sko. Það er ekki hægt. Ég meira þess að Nara Smith sagði að það var gott, sko. Já, ok. Og veistu, hún borðar ekki neitt svona. Nei, já. Það er örugglega mjög gott, sko. Já. Annað sem er alltaf mjög gott er ískalt Coca-Cola. Klikkar ekki. Hún detti inn í glertímabilið. Rétt. Það er svona sumar. Já. Eða dósin. Já. Sesasalat. Já, bæði. Já, eða bara í glas með klökum, sko. Erðu, veistu það? Bensi gerir svo gott fyrir mig þannig daginn. Já. Og dósin var búin að marinerast inn í ísskáp í svona 5 daga.
Nice. Það munur alveg, sko. Það var 1 dag að 5 dagar. Já. Vika best. Eða meira. En hún búin að marinera, svona samt setti klaka og ofan í glas. Ég sagði með sig bara, besta Coca-Cola sem ég smakkaði, þetta bræði þessu alvöru kók. Það var Coke Zero. Ég bræði þessu alvöru kók af því að það var það marinera kalt. Damn. Það er svo gott. Ég held ég taki tilbaka, þetta er ekki glertímabilið, það meira jólin. Ég held að við séum... Nei, mér finnst það alveg líka sumar, Já, sko. það líka sumar, já. En það voru núna ennþá. Já, þannig að við erum svona í dósinni. Já. En við getum alveg sér samilli. Já, og svo erum við í glasinu með klukkanum, sko. Já, rétt. Bara með sumrinu líka. Ég hef sagt þetta áður, ég segi þetta aftur, ég fan af læmsnið úti. Já. Það næs. Ég fíla meira sítrónu. Já, bara annarkvæmst, eitthvað sem sítrónu. Það sama. Nei, kemur ekki saman bragð, þegar mér finnst bæði gott, sko. Nei. Mér finnst ekki. Nei, með sykurkóki þá kannski sítróna og með zero, þá læm. Að það? Já. Og svona aðeins öðru í þessu vibes. Já, þetta er skemmtilegt. Það er gaman að breyta til. Já, alltaf gaman. Þannig alltaf gott. Ég er bara svo sammála þess. Jú. Og hvað ég er spennt fyrir þessu tímabili framundan, þú veist. Líka. Spennt að sjá svona, vortískuna byrja og svo inn í sumarið. Þetta er besti tíminn, sko. Ég myndi að hugsa, bara svona, hvaða tísku fíla ég mest? Og þú veist, sumarið náttúrulega, það er ekki beint tíska, mér sumarið vera outfits, heldur en einhver tíska, veistu hvað ég meina? Já. Það er alveg tíska, en það er svona... Haustið er sko, haustið er tíska. Já, og vor. Já, og vor, Ég held nefnilega vorið séu mitt, ég elska hausttískuna, en vorið gerir mig bara svo glada því það eru litis. Já. Það koma svona, gett svona cute og þú ert að fara hlýja, eða þú ert að fara minka og minka, þú veist, fatnaðin. Að meðan í haustið þú ert alltaf að fara meira og meira inn í eitthvað. Já. En það er bara eitthvað svona bjart yfir mér þegar ég er að skoða svona vortískuna, ég er sammálaður, sko líka, þú veist, upp á að því ég held bara svona andlega statements er svo spennt fyrir tímabilinu sem er framundan. Já. Held að sé líka bara það, maður er bara... Já, og líka ég sá, þú veist, bara eitthvað gellu sem var bara eitthvað svona gulu vesti og hún bara svona glóaði bara öll í framan, bara glowing og svo sett hún svona eitthvað fyrir vestið og þá bara var hún döð. Já, einmitt. Þannig að bara svona lita samsetningin bara svona byrti bara og gerða hana glowing. Þannig að þú veist, að fara í liti er bara svo, maður verður bara svo sætur. Maður verður svo sætur, ég veit það. Maður þarf bara að minna sig á þetta. Já, og þegar ég uppgötaði þetta með bleikan, ég var bara ég held að það var 2020 sem ég fattaði að bleikur færi mig vel. Ég var bara, hvað ég sætt í bleikur. Já, og maður á að vera duglegri og maður er svo fljótur að venja sig bara á að velja eitthvað dögt, velja eitthvað svona. Ég er svona að fara í svona color analysis. Mér líka, ég held það svo skemmtilegt. Já, hvað heldur það sérst? Ég veit það ekki. Heldur? Ég veit ekki hugmynd. Nei. Hvað heldur þú sérst? Ég veit það ekki. Það báðum með svona græn augun, mjög misjöfn, þú veist, við erum ekki með sama græna litin, sko. Nei, en við erum svona báðar svona hlítónaðar, þú veist, hárið og... Undirtónaðir. Já, þannig ég held að séum örgulega, ég held sem ekki sömmer, kannski sömmer. Er þetta að fara svona? Veit það ekki. Let us know if you know, guys. Já, það var líka gaman að fá að vita, sko. Bara svona til þess að geta unni með það. Já, það er ógst snið, en ég heyrði að maður á að finna svona eitthvað celebrity sem er líkt sér. Ég veit það. Og sem er svona svipa tóns. Sem er þá með geggjaða tísku. Já, en það er alveg erfitt, skilur, að finna bæði. Já, en þú veist, kannski þá bara, kannski ekki andlist slíkt skilur, en bara með sama features, sama hárlit og augabrúnir og auglit, skilur, það er ekki það erfitt. Nei, ok, ég skil. Og fylgja þeirra litapaletti. Það er sniðut. Because they're paying someone, sko. Já, they are paying a lot. They're paying someone to do the work, sko. En við þurfum bara að fara að keyra á góðlegubílunum okkar núna og fara að shoppa. Og fara að shoppa, fara að skoða þessi búðir og þá er svo gott að vera á góðum bílum, sko. Nú getum við farið inn í búðirnar og bara svona verið með opin augun. Þegar við erum wiser. Við erum wiser, satt. En einmitt að segja góðlegubílum, það er svo næs að vera, þú veist, líka á cute bíl. Það er væp líka. Ángríns. Annars var ég á 2013 pöttunum minni, sko. Já. Þetta er bara, það er svo gaman að, þú veist, vera með bíl í leigu. Og þeir eru alltaf svo nýjir. Já, það er eitthvað svo nýjir og svo getur maður skipt og eitthvað svo mikið sport. Það er geðveikt. En líka náttúrulega bara, þú veist, við ætlum að vera sniðug með peningun okkar, þannig að við ætlum ekki, þú veist, að hoppa öll trendin, við ætlum að finna út úr þessu, þú veist, hvað við viljum og eitthvað svona. Og vera sniðug með þetta og þá líka, þú veist, sniðugast að vera með bílinn.
í langtímalegu. Einmitt, þá getur líka átt kannski meiri pening fyrir ef hann bilar skilur og þarf ekki að eða því það heldur getur eitt í föt. Einmitt, that's what we're saying. Girl math, guys. Ég held það. Já, ég held líka. En hvað er spennt? Ég er svo spennt fyrir bara eitthvað, já, ég veit ekki, ég er spennt fyrir að sjá hvernig þetta svona þróast og sjá þetta svona byrja svona popp inn í búðir, fyrir hvað það er svo gaman. Já. Þannig að við munum fylgjast vel með. Það ekki? Jú, en bara bestís, sjáumst í apríl. Já, oh my god, bara setjast í páskana. Love you guys. Bye.